Já, við erum með hérna dæmi þar sem við erum að taka 10 og deilin upp í 220. Ok, ég spyr 10 sinnum hvað gengur 10 upp í tvistin hérna? Svarið nei, það ég næ ekki að þurrka, þannig að ég ætla að byrja bara að henda þessari upptöku. Við erum með dæmi sem 10 deilt upp í 220 og ég spyr, gengur 10 hérna upp í tvist? Nei, en hvað með 22? Já, hún gengur tvisvar sinnum upp í 22, næstum því, þannig að ég spyr, hvað þá 2 sinnum 10? Það 20. Það sem ég gerir þá næst ég gerir þetta strik hérna og breyti formerkinu á 20 þannig að það verður ekki plús, það verður mínus. Og þá reikni ég hvað 22 hérna mínus þessi 20 og það eru 2. Talan sem hérna aftast, við vorum ekkert að vinna með hana, hún dettur bara niður og breytt og kemur hér. Þá endurtek ég aðferðina sem ég var að gera áðan. Ég spyr hvað gengur þessi 10 oft upp í þessa tölu hér núna, 20. 10 gengur tvisvar sinnum upp í þetta 20, þá skrifa ég þennan tvist hér og því ég þarf þá að margfalda þennan tvist hérna núna við þessa 10 hérna og tvisvar sinnum 10 eru 20 og strikið kemur aftur og ég breyti merkinu fyrir framan hvítu 20 og nú dreg ég frá og ef svarið 0 þá afgangurinn engin, þannig að þá gengur deilingin upp. Og það þá hugsunin þá svo að ef ég deili 10 upp í 220 þá svarið 22 heilir, að því deilingin gengur upp. Ég get sýnt þetta líka svona, 220 deilt með 10 jafnt og 22. Sama svar hér og hérna.